Víg Þráins virðist ekki ætla að draga dilk á eftir sér, en þó fer svo að Höskuldur Njálsson, hálfbróðir Skarphéðins, Helga og Gríms, er drepinn af Lýtingi en kona Lýtings var systir Þráins. Hróðný, mamma Höskuldar, fer með líkið á Bergþórshvol. Þar veitir Skarphéðinn honum nábjargirnar. Bergþóra eggjar syni sína til að hefna strax áður en hægt er að koma á sáttum, en aldrei þessu vant mistekst að drepa Lýting þótt bræður hans séu drepnir af Njálssonum. Þá er samið og Lýtingur borgar bætur fyrir Höskuld en fær engar fyrir bræður sína. Nú er sagt frá kristnitöku. Njála er ein af heimildunum hana. Hún segir frá því hvernig Ólafur Tryggvason, sem nú var Noregskonungur, sendir Þangbrand biskup til að kristna þjóðina. Njáll og allt hans fólk tekur kristni. Það gerir líka Gissur hvíti og tengdasonur hans Hjalti Skeggjason. Þangbrandur skýrir marga, en drepur líka þá sem eru með leiðindi. Hann endar á að fara frá hálfunnu verki. Hjalti Skeggjason gerist sekur goðgá eða guðlast gagnvart goðunum eftir mikið rifrildi milli kristinna og heiðina á Alþingi. Goðgáin var þetta vísukorn. Vilk eigi goð geia, grey þykir mér freyja. Gissur hvíti og Hjalti Skeggjason fara til Noregs. Þar er konungur búinn að missa þolinmæðina gagnvart Íslendingum og tilbúinn að beita hörku. Hann tekur íslenska höfðingja sinni í gíslingu. Gissur og Hjalti biðja tækifæri til að gera lokatilraun til að kristna Íslendinga. Gissur og Hjalti fara á Alþingi. Þar er allt í upplausn og hópar kristinna og heiðina standa í öskurkeppni. Loks er ákveðið að velja einn fulltrúa fyrir hvora trú og fela þeim að ákveða málið. Heiðnir menn velja Þorgeir ljósveitingagoða. Kristnir menn velja Síðuhall, fyrsta mannin sem Þangbrandur skírði á Íslandi. Síðuhallur býður Þorgeiri að ákveða málið. Þorgeir fer undir feld og er þar lengi. Kemur svo á Lögberg og segir að upp frá þeim degi skuli allir Íslendingar vera kristnir. Ísland er orðið kristið land. Þetta er árið 1000. Höskuldur Njálsson hafði átt blindan son sem heimtar bætur af Lýtingi. Skyndilega fær sá blindi sjónina og drepur Lýting, hann missi sjónina svo aftur. Nú snýr Valgarður grái, pabbi Marðar, aftur til Íslands. Hann harðneitar að taka kristna trú. Mörður segir honum frá áhyggjum sem hann hefur. Nú er Mörður öfundsjúkur út í Höskuld Þráinsson, sem er orðinn goði og fínn maður, eftir að Njáll hafði tekið hann í fóstur sem hluta af sættum eftir það þegar synir hans drápu Þráin pappans. Njáli þykir mjög vænt Höskuld og það er mikil vinátta milli hans og Njálssona. Valgarður grái ráðleggur Merði, syni sínum, að vingast við syni Njáls og ræja Höskuld. Þá muni Njálssynir drepa Höskuld. Skyndilega fer Mörður að sleikja sig upp við syni Njáls. Njáli líst illa á það, en fær lítið að gert. Mörður fer til Höskuldar Þráinssonar og ber honum lygar og róg Njálssyni. Höskuldur segist aldrei trúa neinu svona ljótu þá vini sína. Mörður fer þá að Bergþórshvoli og rægir Höskuld við Njálssyni. Eftir nokkurt streð tekst honum að fá það til að trúa illu upp á Höskuld. Njálssynir fara heim til Höskuldar og ætla að drepa hann.